Jæja, elskurnar. Nú fáið þið að sjá mig nývaknaðan. Klukkan 6 og ég byrjum á þessu praktíska. Það kom fram í gær í viðtali í gærkvöldi við Rep Eric Burleson sem náttúrulega þingmaður sem ég oft minnst á áður. Hann talaði að þessi skjaladropp myndu verða með cirka 2 vikna fresti. Þannig að vonandi bara ángríns ekkert að koma næsta föstudag. Ég hefði bara áhugaði að vera frekar bara út í garði að vinna. Þannig að það er það, númer 1. Númer 2, það er eitt jákvætt í þessu. Ég veit ég hljómaði svolítið neikvætt í gær hérna út í skúr. En það er að þetta getur orðið til þess að auðvitað aðrar þjóðir, því þetta náttúrulega bara verður að svona tippakeppni, þær fara bara stíginn og uppljóstrarar auðvitað rannsóknarblaðamenn, þingfólk, fólk í opinberum stöðum sem að sýsla með þetta allt saman. Þau finna kannski allt í einu, hey, ok, hér er bara pláss og rými. Ég ætla ekki að vera eitthvað eftir á hana þeir stíginn. Þannig að þetta getur framkallað bara svona mikið svona slingshot, eins og maður segir. Og upplýsingarnar geta byrjað að flæða bara í veldisvexti. Númer 3, það er mynd að koma út sem ég gleymdi að minnast á í gær, Sleeping Dog eftir rannsóknarblaðamanninn Jeremy Corbell sem hefur verið svona svolítið framalega í þessu öllu saman með þunga og áhrifamikla rödd. Og hann og í samvinnu við George Knapp, þeir hafa verið að fá til sín myndbönd og meðal annars talsvert af þessum myndböndum sem birtust í síðasta droppi, en hann mun vera að birta í þessari heimildamynd sinni held ég lungan af þessum myndböndum sem þingið hefur verið að falast eftir þessum 40 eða 46 skrám eða myndböndum. Þannig að þetta mun koma fram í þessari heimildamynd sem er áhugavert. Þetta er allt þetta praktíska stuff. Ég sagði í gærkvöldi, ég sagðist vera orðinn þreyttur og það er engin lygi. Fékk skilaboð hérna í morgun sem ég var að hlusta á frá einni vinkonu sem var bara mjög fínt að fá og svona góð áminning á þær skyldur sem maður hefur gagnvart sjálfum sér og svolítið bara í samræmi við hvað ég er einmitt að fara að gera núna. Ég er að fara í ræktina áður en ég fer í vinnuna og það er til dæmis eitthvað sem ég er búinn að vera að vanrækja núna síðustu vikur í öllum þessum hasar. Ég bara ekki gefið mér tíma heldur til þess að vera almennilega í líkamanum, því við erum að lifa núna merkilega tíma en við erum að fara að fá til okkar bara einhvern nýjan veruleika sem að kemur til með að bara setja, alla okkar heimsmynd svona svolítið bara á hvolf, Þannig að það er eins gott við erum ekki bara andlega heldur líka bara líkamlega tilbúin í þessa, þetta verður innri barátta, en það er líka bara að vera með líkamann opinn til þess að taka á móti bara miklu flæði af orku og það er einmitt málið. Ég finn það, ég er náttúrulega ekkert að yngjast, ég er að vera ekki hefðbundnum skilning allavega. Ég að vera 50 í sumar en ég finn að í þessum hasar, er að sofa lítið, er lítið að hreyfa mig og ólíkt því sem áður hefur verið. Ég hef bara verið mikið í hreyfingu og þá finn ég að stirna upp og það er ekki gott fyrir líkamann þegar við förum að stirna upp. Þannig að ég vildi bara segja ykkur og það er eitt hérna líka bara svona í lokin. Ég er ég get farið ég fann að þekkja þetta bara í sjálfum mér. Ég get farið í svona
það mikinn hasar að ég er svona eiginlega bara dett í eiginlega bara dett í svona hálfgert þunglyndi. Ég verð ekki þannig þunglyndur að ég verð óvirkur, heldur held ég áfram að vera mjög virkur, en ég finn að ég er að berjast á móti einhverju og það auðvitað skapa þjáningu og skapa kvíða, og það sem gerist er yfirleitt, ég minn nefnilega ekkert svo háan sársaukaþröskuld, ekki lengur, að þegar ég kemst þangað þá vakna ég. Já, ok, alveg rétt, Gunni, þú veist, þetta er abstrakt, og þá kikka ég tilbaka sko, og ég finn að núna vakna ég á þriðjudegi og ég ætla að fara allt öðruvísi inn í daginn en ég gerði til dæmis í gær á mánudegi. Þú veist, það sem að var einhvern veginn ég á röngunni, þú veist, 7:30 vantaði einhvern morgunmat fyrir stelpuna mína sem var að læra á fullu, og svo kem ég út og þá er bara allir gluggar opnir á porsinum hérna fyrir utan, búið að rigna inn í hann, og ég að fara í, þú veist, eitthvað bylgjuviðtal 8:30 og þurfti að vera mættur á einhvern fund í vinnunni, bara helst ekki seinna en 9, og til þess að geta opnað einhverja búð, veist, með einhverja tilboðsviku 10, veist, bara eitthvað svona algjör geðveiki sko. Þannig að ég er sem sagt að bara fara inn í daginn í dag á bara annarri tíðni. Ég finn það er bara þannig. En þeir eru raun að horfa á eftirköstin af þessu, veist, og það er bara þú veist, ég er bara eitthvað hálfu maður hérna, en ég hef svo mikinn húmor fyrir þessu, og þannig að nú ætla ég að fara að shapea mig upp og fyrir niður í Laugar og gera eitthvað sniðugt, refsa þyngdaraflinu, samt ekkert of mikið, ég ætla bara alveg að fara að teygja sko. Allavega, einmitt, það er bara þetta, finnið það.